Fæ ég alltaf endurbæturnar tilbaka? Þetta ein algengasta spurningi sem ég fæ. Og fólk oft gírað í það að fara og taka eignum í gegn áður en setur hún sölu til að fá hærra verð. Ég mæli alltaf með að fara í litla framkvæmdir eins og að festa pakkaslistana, yfirfara blöndunartækin og jafnvel mála vegginn sem börnin ykkar hafa notað sem listaverk síðustu 5 árin. En ég tala líka gegn því að fara í dýra framkvæmdir því ég segi alltaf ekki opna Pandoruboxið. Þú veist aldrei hvað býður inn. Segjum til dæmis að þú ætlar að taka baðið í gegn. Og þegar þú ert búin að taka flísanur af veggjunum og þú ert búin að taka allt frá, kemur í ljós að lagnirnar eru orðnar rosalega gamlar og þá þarftu eiginlega að skipta lögnunum. Og þá eiginlega alveg gott að þú ert í kjallaranum að láta mynda skolpið og kemur í ljós að skolpið líka ónýtt. Þannig í staði fyrir bara að hressa upp á baðið þá situr upp með að taka nýtt skolp og nýja lagnir og þetta ekki endilega þætti sem kaupandinn ætlar að borga þér hærra verð fyrir. Þetta bara frábær hlutir að fá sem aukalega. Þannig að oft situr fólk upp með það eyðir 10 milljónum í framkvæmdir fyrir að selja 7 milljón króna hærra verð. Það í raun og veru hagstæðara að selja verri íbúð á lægri pening en þú fær hlutfallslega meiri í vasann.